Þegar við ætlum að hita upp eða kynda húsin okkar, þá eru nokkur atriði sem við þurfum að huga að. Í fyrsta lagi þarf húsið að vera vel einangrað. Og það sem skiptir mestu máli er að þakið sé vel einangrað, því að varminn leitar alltaf upp. Eins þurfum að hafa tvöfalt gler í gluggunum, því að tvöfaldu gleri þá er loftlag á milli sem leiðir varma illa og stoppar þannig hitan í að komast út. Og veggina þurfum við náttúrulega sjálfsögðu að hafa vel einangraða. Ef við erum með herbergi, og flest herbergi hjá okkur eru með glugga, ég nota þetta til þess að tána gluggan, þá eru ofnarnir okkar yfirleitt undir glugganum. Það er vegna þess að hitinn leitar upp, er það ekki? Og hérna mætir hann kuldanum sem kemur inn um gluggan. Og ýtir bæði hitar upp loftið sem kemur inn um gluggan, en ýtir líka kalda loftinu bara að glugganum aftur. Þannig að kalda loftið stoppar svolítið hérna við gluggan. Svo sígur þetta hérna upp. Og hérna uppi kólnar þetta hægt og rólega, þá legur þetta hérna niður aftur og niður á gólf. Og þið sjáu að við erum komin með hringrás. Þetta virkar best ef að ofnin, og í raun og veru eingöngu ef að ofnin er staðsettur undir glugganum, eins og hann er nú. Yfirleitt er það ekki. Á Íslandi notum við mestmegnis heitt vatn sem að kemur bara heitt upp úr jörðina þegar við höfum jarðhita. En í mörgum öðrum löndum og flestum öðrum þá þarf að nota annarkvort rafmagn, og þeir á Íslandi flestir sem hafa ekki kost á að nota jarðhita nota rafmagn, að þá er bara rafmagnsofn hérna undir. En í öðrum löndum þá er brennt gasi eða olíu eða jafnvel kolum einhvers staðar í herbergi og í kjallara. Þá er þessi eldur hérna sem að hitar upp vatnið sem liggur svo upp í ofnana. Og í sumum húsum á Íslandi er þannig kerfið að það er rafmagn sem hitar upp vatn sem fer inn í ofna. Það er ekki alltaf rafmagnsofnar þó við notum rafmagni til þess að kynda húsið.